Þá höldum við áfram fundi. Vonandi allt komið í gang aftur, bæði hljóð og mynd, þannig að þeir sem að fylgjast með okkur heima nái að halda því áfram. En við gerðum hér fundarhlé þegar kom að 11. máli á dagskrá. 11. mál hefur málsnúmerið 18-12-067, fjármögnun samgöngubóta og mannauður Spalar EHF, bókun bæjarstjórnar Akraness vegna umræðu fjármögnun samgöngubóta. Og forseti les hér upp eftirfarandi tillögu að bókun ályktun bæjarstjórnar, heitir það. Ályktun bæjarstjórnar Akraness sem stórfellda uppbyggingu samgöngukerfisins með álagningu flýtigjalda lögð fram á bæjarstjórnarfundi 11. desember 2018. Bæjarstjórn Akraness fagnar þeirri viðhorfsbreytingu sem orðið hefur á Alþingi Íslendinga til stórfelldra samgöngubóta sem fyrirhugaðar eru á næstu árum og verða fjármagnaðar með álagningu flýtigjalda. Akurnesingar hafa verið í fararbroddi í þessari hugsun á Íslandi í yfir 20 ár eins og bygging og rekstur Hvalfjarðarganga eru góður vitnisburður um. Bæjarstjórn Akraness vill minna á að hjá starfsfólki Spalar á Akranesi sem annaðist daglega rekstur Hvalfjarðarganga hefur myndast mikil þekking á gjaldtöku af notkun samgöngumannvirkja og vill bæjarstjórn Akraness hvetja Sigurð Inga Jóhannsson, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, til þess að nýta þessa yfirgripsmiklu þekkingu starfsfólks Spalar við undirbúning og ákvörðun staðsetningu og umsýslu með innheimtu flýtigjalda á Íslandi. Ályktunin svo hljóðandi verði send samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis og þingmönnum Norðvesturkjördæmis. Einhverjir sem vilja ræða þetta mál frekar, það bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Mér finnst rétt að koma hér upp og fagna þessari bókun og við stöndum öll að baki hennar núna. Og við höfum áður við þetta borð sendt frá okkur ályktanir samgöngur og nauðsyn þess að horfa til bættra vegasamgangna og horfa þá fyrst og fremst í umferðaröryggi. Persónulega þá fagna ég þessu útspili núna á Alþingi því að við höfum öll fundið það á eigin skinni hvað Hvalfjarðargöngin hafa skilað okkur miklu bara í víðum skilningi, hagbótum í samfélaginu okkar og ekki bara hér, vestur á Nes, norður í land, og við erum búin að sjá að svona vegbætur eru okkar gríðarlega mikilvægar. Með svona styttingu leiða til og frá höfuðborginni með tilkomu Sundabraut og bættum vegasamgöngum á Kjalarnesi, jafnvel öðrum göngum, það kemur væntanlega til með að spara okkur mikinn tíma og þegar lengri til litið þá er væntanlega svona sparnaður í þessu líka fyrir heimilin þó að við séum að tala um ákveðin veggjöld í ákveðin tíma til þess að borga upp þessar vegasamgöngubætur. En við höfum alveg verið skýr í okkar tali að við viljum jafnræði. Það þýðir ekki að setja gjöld á eingöngu
þær leiðir sem eru til vesturs og þá viljum við horfa til ekki bara út úr höfuðborginni af því það þarf líka að fjármagna ákveðna vegabætur innan höfuðborgarinnar og þar hefur verið nefnt til dæmis verkefni eins og borgarlína að það verkefni ekki fjármagnað á samgönguáætlun og það væntanlega verkefni sem að sveitarfélögin á höfuðborginni horfa til með einhvers konar gjaldtöku eða flýtigjaldi eins og menn nefna hér í dag. En ég vil líka árétta það sem að forseti las upp hér í bókun okkar varðandi starfsfólksbalar að við nýtum þá þetta tækifæri sem núna að þrýsta á ráðherra og þrýsta á sitjandi formann samgöngunefndar Alþingis á að láta þau vita að við séum tilbúin og Spölur tilbúin að taka við keflinu og sinna og ýta þessu verkefnu áfram. Ég held að þessi gríðarlegt hagsmunamál fyrir okkur, þekkingin hér og ég held að það fari bara vel á að við sinnum þessum verkefnu áfram þó að áherslur og aðferðir við gjaldtökur og aðrar þá væntanlega hugmyndafræði sem slík óbreytt. Og mér finnst þetta mikilvægt skref líka í ljósi samgönguáætlunar Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi að við séum að tala í takt og ganga í takt við hana og þar sem að við höfum verið jákvæð í svona verkefni öll sveitarfélaga á Vesturlandi. Takk. Ég gleymdi einu. Mér langar við erum reyndar ekki með það ályktunum okkar en líka bara þegar við förum út og heimsækjum annað fólk sem í þessari pólitík í öðrum sveitarfélögum og ég fer á fund Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi á morgun og þá ætla ég að bera þessa tillögu fram að önnur sveitarfélög geri slíkt hið sama sérstaklega hér á Vesturlandi að því við höfum eigum þessa samgöngu áætlun að taka undir orð okkar en þá verður náttúrulega best að væri reyndar öll sveitarfélögin í kringum landið. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir og næsta mælendaskrá bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég kem hér upp og til að lýsa ánægju minni með þessa ályktun bæjarstjórnar og við vitum það að uppsöfnuð fjárfestingaþörf í uppbyggingu samgöngumannvirkja gríðarlega mikil og það brýnt að leita leiða til að flýta þessum umbótum í samgöngukerfin okkar meira en hefur birst núna undanfarið með það leiðarljósi að bæta öryggi vegfarenda sem hvað stærsti punkturinn sem ég lít til, sem öryggi vegfarenda og ef við horfum á bara þá leið sem að hérna frá Akranesi Kjalarnes til Reykjavíkur þá sá vegur algjörlega hann alls ekki boðlegur þannig að við getum flýtt þeim umbótum þar það væri gríðarlega jákvætt og svo ekki sem minnst á Sundabraut og lagningu hennar sem væri gríðarlega mikið hagsmunamál fyrir okkur skagamenn. Einnig vert að líta á þetta í ljósi þess að hlutfall umhverfisvænna bifreiða fer ört vaxandi hér á landi og þegar ég líti í ályktanir til dæmis miðstjórnarfundar Framsóknarflokksins sem framfór núna í nóvember þar kemur fram að nýskráning á þeim bifreiðum í október var 26% sem segir okkur það líka að bara vegna þess mikilvægt að útfæra nýjar fjármögnunar leiðir. Þannig að ég styð þetta og styð þessa ályktun með það sem að nú loksins talað jafnræði milli stofnleiða út úr höfuðborginni sem hugmynd sem grundvöllur fyrir því að þetta nái fram að ganga. Varðandi ég styð þetta líka með öryggi vegfarenda í huga og það að við sjáum framkvæmdir gerast hraðar en áður varð. Takk fyrir.
Takk fyrir bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Með fleiri sem óska eftir að taka til máls. Svo ekki. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja ályktunina svo sem hún var lesin upp hér áðan gjöra svo vel að gefa merki. Hún samþykkt 9-0. Þá erum við komin í 12. lið á þessum fundi. Við erum komin í fundagerði til kynningar og 12. liður hefur málsnúmerið 18-01-008 og þetta eru fundagerðir skipulags- og umhverfisráðs á árinu 2018. Og hér er ein fundagerð lögð fram til kynningar, fundagerð númer 98 og þessum lið var bætt inn með afbrigðum hér í upphafi fundar þannig að fundagerðin er ekki í handriti væntanlega en ætti að vera er hún í handriti? Já, ok, hún er í handritinu. Gott mál. Þá er orðið laust 98. fundagerð skipulags- og umhverfisráðs frá 10. desember 2018. Og það er bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjör svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Mig langar aðeins að dvelja við lið 8 í þessari fundagerð. Þar er hérna barst ráðinu bréf hugsanlega viðhorf við því að breyta deiluskipulagi á Akralundi 8 til 14. Þessi lóð, eftir því sem ég best veit, er ekki til úthlutunar, var tekin út og við vorum búin að ræða það og höfum rætt síðan á síðasta kjörtímabili og inn í þetta kjörtímabil að halda þessari lóð fyrir hugsanlega íbúðaúrræði fyrir skjólstæðinga Akraneskaupstað. Og þá vorum við að horfa á fólk, fatlaða einstaklingar sem eru þá í þessu húsnæði og þarna erum að ræða 2 lóðir með 2, held ég ef ég man alveg rétt, 2 hæða hús og það hefur verið ásókn í það að fá þessar lóðir og með því skilyrði að byggingarnar eru lækkaðar á eina hæð. Mér vitanlega þá veit ég eftir samtal við íbúa á svæðinu að þá hugnast þeim mjög vel að þessi hús, að þessari lóð yrði á einni hæð, þannig að það fer mjög vel saman og ég hef átt samtal við íbúa þarna sem að ég hef sagt frá að þarna sé hugmyndin að setja íbúði fyrir fatlaða einstaklinga og það hefur verið tekið mjög vel í það. Ástæðan fyrir því að maður er jákvæð fyrir því að lækka húsin, því að þetta hefur tekið skerðingu fyrir sér, fyrir bæjarfélagið ef við gerum þetta, er einmitt svo að réttlæta það með því að þá erum við að skaffa þarna góða lóðir fyrir þjónustu íbúðir. Þannig að ég ætla að brýna ráðið það að vera ekki að gera veita einhverja væntingar einhverjum aðilum það að þarna sé laus lóð. Þannig að það sé skýrt tekið fram og bréfritara verði skýrt frá því að þessi lóð sé ekki í úthlutun eins og er. Takk fyrir.
Takk fyrir bæjarfulltrúa Einar Brandsson. Nú forseti búinn að tala aðeins svo mikið og farin að missa röddina aðeins. Takk fyrir bæjarfulltrúa Einar Brandsson. Næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og gestur. Ég tek undir með bæjarfulltrúa Einar Brandssoni og kemur raun og hér bara upp til þess að árétta það að það hefur raun og ekkert breyst með þessa lóð. Þessi lóð bara í skoðun, en samt sem áður þá erum við ennþá með þetta að þarna mun vonandi rísa annar áfangi í uppbyggingu íbúðarkjarna. Þannig að það var ekki meira en það. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Fleiri sem óska eftir að ræða þessa fundargerð skipulags- og umhverfisráðs? Svo ekki og þar með 98. fundargerð skipulags- og umhverfisráðs lögð fram til kynningar. Þá erum við komin að 13. lið á dagskrá þessa fundar með málsnúmerið 18.01.005. Þetta er fundargerð bæjarráðs á árinu 2018. Hér eru 3 fundargerðir lagðar fram frá fundum númer 3360 sem haldinn var 29. nóvember síðastliðinn, 3361 sem haldinn var 3. desember síðastliðinn og 3362 sem haldinn var 7. desember síðastliðinn. Og orðið er laust þessa fundargerðir og það er formaður bæjarráðs bæjarfulltrúa Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Hvað varðar þessar 3 fundargerðir bæjarráðs sem að forseti kynnti hér inn lagði hér fram, þá eru þær að mestu leyti allar þessar 3 fundargerðir. Það er sem sagt fundur númer 3360, fundur númer 3361 og fundur númer 3362 að miklu leyti helgaðir vinnu við fjárhagsáætlun og fjárfestingar og framkvæmdaáætlun. En ég ætla að fara hérna bara í örfá atriði, en hvað varðar dagskrárlið 3 og 4 á fundi númer 3360, þá varðar dagskrárlið 3 starfshópinn uppbygging á Dalbraut 4 sem er þjónustumiðstöð, þar sem að beiðni kom frá starfshópnum að fá frest á því að skila tillögum inn og þá var veittur frestur fram til febrúar 2019. Þannig nokkrar vikna frestur og það sama má segja dagskrárlið númer 4 nema svo beiðni kom frá starfshópum framtíðaruppbyggingu á Jaðarsbökkum og sami frestur veittur á þeim þætti. Hvað var að dagskrárlið númer 5 þá eru það tryggingar Akraneskaupstað sem eru útboð og bæjarráð samþykkti erindi og þessa tillögu frá sviðsstjóra stjórnsýslu og fjármálasviðs að ganga til samstarfs við fyrirtæki Consello aðstoð vegna útboðs trygginga hjá Akraneskaupstað og þarna hafa ýmislegt verið rætt og hvað varðar þau mál og hvort að við getum, það er bara hugmynd hvort við mögulega getum verið sóst eftir því að samstarfi eða viðskiptum við tryggingafyrirtæki sem hafa aðstöðu hér á Akranesi, en það er ekki ljóst hvort okkur sé heimilt að gera slíkt og það þarf bara að fá álit lögfræðinga á því. Hvað varðar dagskrárlið númer 11 þá fórum við örlítið í hann hér undir umræðunum fjárhagsáætlun hér fyrir í kvöld eða fyrir í dag sem er sviðsmyndagreining fyrir hjúkrunar- og dvalarheimilið Höfða og bæjarráð þó bæjarstjóra að vinna sviðsmyndagreiningu sem að hún snýst þá það að finna þá kosti og þá galla, styrkleika og veikleika, tækifæri og ógnanir sem eru þá í því sem getur falist í því að gera Höfða að sjálfseignarstofnun.
Það er ekki fleira sem ég ætla að fara í hvað varðar þennan fundur nr. 3361. Þar var það vinnufundur fjárhagsáætlun fyrir árið 2019 og 3 ára áætlun vegna tímabilsins 2020 og 2022. Það sama má segja fund nr. 3362 að hann er að mestu leyti fjárhagsáætlun og fjárfesting og framkvæmda áætlun með langað ávarpa þetta dagskrárlið 5 á þeim fundi sem er múrbrjóturinn 2018 viðurkenning þroskahjálpar réttindamálum fatlaðs fólks. En þannig var að frístundamiðstöðin Þorpið og Rut Jörgensdóttir fengu viðurkenninguna múrbrjóturinn 2018 þann 3. desember síðastliðinn. Það er einmitt alþjóðadagur fatlaðs fólks og þau hlutu þessa viðurkenningu fyrir að þróa tómstundastarf með margbreytilegum hópum sem byggir á samvinnu þar sem allir geta tekið virkan þátt, tileinka sér nýja þekkingu og öðlast sjónarhorn og bæjarráð tók þetta mál fyrir til óska starfsmönnum Þorpsins og Rut innilega til hamingju með viðurkenninguna og ég vil gera það jafnframt hér úr ræðustóli bæjarstjórn og óska þeim hjartanlega til hamingju með þessa viðurkenningu og ítreka það sem fram kemur í fundargerð bæjarráðs það að þetta er merki það góða og öfluga starf sem unnið er á hverjum degi í þorpinu. Og síðan var það málefni, dagskrárliður 6 á fundinum þar sem að snertu einnig málefni Höfða sem er framgangur erinda til stjórnvalda þar sem bæjarráð fól mér sem formanni bæjarráðs að óska eftir fundi með heilbrigðisráðherra og fylgja erindum framkvæmdastjóra Höfða eftir og knýja á svör og við tökum það fyrir hér síðar á fundinum á eftir. Fleira er það ekki sem ég ætla að ávarpa hér úr fundargerðum bæjarráðs. Takk fyrir bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð í bæjarráðs? Það er Rakel Óskarsdóttir bæjarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langar bara að nýta tækifærið þar sem við erum að ræða fundargerð í bæjarráðs, ekkert undir neinum sérstökum lið, ekki undir neinum sérstökum neinni fundargerð. Mér langar að forvitnast, við erum búin að fara í gegnum breytingar á bæjarmálasamþykkt og mér langar að forvitnast hver staðan á því máli er hjá núverandi meirihluta. Ég hélt kannski að við myndum taka fyrir á þessum fundi kosningar í ráð og nefndir en það var ekki, þannig að mér langaði bara svona að forvitnast tímalínuna í þessu, hvort að menn ætla að standa við orðsinn í þessu og hvetja ykkur þá eindregið til þess að huga að réttu kynjahlutfalli og ég er búin að nefna það hér áður að það er ekki eðlilegt að sitja eingöngu karlar í einu ráði eða konur í öðru ráði. Vildir kannski fá svör við þessu? Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð í bæjarráðs? Það er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða, hvað varðar bæjarmálasamþykktina þá erum við ekki enn komið með staðfestingu frá ráðuneytinu hvað varðar samþykkt hennar en við erum að vinna í því og vonast til þess að við getum komið með þetta inn á fyrsta fund bæjarstjórnar á nýju ári og það er einnig vinna í gangi hvað varðar jafnréttis sjónarmið inn í ráðum og verið að finna út úr þeim þætti. Þannig að það er vonir sem standa til það að við komum inn með breytta nefndarskipan á fyrsta fundi á nýja ári. Ef breytingar verða þá látum við auðvitað sjálfsögðu vita því. Takk fyrir bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð í bæjarráðs? Svo er ekki
og eru þar með fundargerðir bæjarráðs númer 3360 frá 29. nóvember, 3361 frá 3. desember og 3362 frá 7. desember hér með laða fram til kynningar. Þá erum við komin að 14. lið á dagskrá þessa bæjarstjórnarfundar. Hann hefur málsnúmerið 1801-006 og þetta eru fundargerðir velferðar og mannréttindaráðs á árinu 2018. Hér eina fundargerð að ræða frá 93. fundi sem framfór hann 5. desember síðastliðinn. Og orðið er laust þessa fundargerð. Það enginn sem að kveður sér hljóðs varðandi þessa fundargerð velferð og mannréttindaráðs og þar með 93. fundargerð velferð og mannréttindaráðs lögð fram til kynningar. Þá erum við komin að 15. lið á dagskrá. Hann hefur málsnúmerið 1801-007. Þetta fundargerðir skóla- og frístundaráðs á árinu 2018 og hér að ræða 93. fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 4. desember 2018 og orðið er laust þessa fundargerð. Það bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og já, ennþá gestur í sal. Mér langar að, ætla svo sem ekki að vera lengi, en mér langar til að benda öllum á bara mál númer 1 í þessari fundargerð, samstarf VFF húsnæðismál. Þetta ótrúlega spennandi mál í mínu huga. Við vitum öll að grunnskólarnir Akraness eru sprungnir. Að springa, það verður deilumál hérna. En allavega verðum við eitthvað að gera og ef af þessu verður þá eru þetta 110 nemendur sem fara úr sem sagt báðir 10. bekk, þá 10. bekkur grundaskóla og 10. bekkur grundaskóla og þetta sérst í nýjastu álmu skólans og bara ótrúlega spennandi. Á þessum fundi var ákveður bara strax á nýja ári þá mun þessi vinna fara fullt því það náttúrulega eftir að gera ótrúlega margt og þetta var að takast í haust. Það margt sem þarf að skoða og það hérna ýmsar spurningar sem vakna bæði hjá okkur og kennurum og ekki just foreldrum. Þetta náttúrulega stórt skref. Það stórt skref að hoppa hann yfir. Annað mál sem ég veist líka mjög brýnt að benda á það er tillaga ungmennaráð sem var mjög háar hérna á mikið rætt hjá bæjarstjórn unga fólksins sem við sátum hérna daginn og það er eins, það er strax á nýja ári þá eiga að vera komnar fram einhverjar tillögur þetta og svo ekki síst eða svo líka er íbúðþingið sem var tillaga hér Sjálfstæðismanna í bæjarstjórn 13. síðasta mánaðar og það er bara sama á hinu, það er verið að vinna útfærslum þannig að strax á nýja ári býð okkar vonandi mjög spennandi og skemmtileg verkefni til að leysa úr. Ekki fleira, takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson og næsta mælindarskrá er bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, gestur í sal og þeir sem eru ennþá á línunni hana úti. Mér langaði aðeins til að staldra einmitt líka við lið nummer 1 varandi samstarfið Fjölbrautaskólann um húsnæðismál og við fengum þarna í skóla- og frístundaráði mjög góða kynningu á í rauninni forvinnu sem að skólastjórnendur hafa verið að vinna að ásamt forstöðumönnum sviðsstjóra á skóla- og frístundaráðs og verkefnisstjóra á sviðinu og það er kannski mikilvægt núna í rauninni er þessi ályktun sem að er lögð fyrir bæjarráð í rauninni snýr að því að veita skólastjórnendum heimild til að halda áfram þessari vinnu
og það mikilvægt að við höldum því til haga að það hefur engin ákvörðun verið tekin í málinu, heldur ennþá verið að svona vinna ákveðna grunnvinnu til þess að bara svona fýsileika könnun á því hvað þarf að gera, hvað aðgerða þarf að grípa til, hvernig myndum við skólabra og svo framvegis af því að þetta er alveg flókið verkefni og mikilvægt að vanda vel til verka því að þetta er börnin okkar og við þurfum líka að hafa í huga þegar farir í svona tilraunaverkefni að hver og einn fer bara einu sinni í 10. bekk og þess vegna verðum við að ganga hægt gleðna dyr og vanda okkur og ég hef fulla trú á því að þetta fólk er mjög heilt í því og áfram að skoða málið, skólastjórnendur beggja grunnskóla og skólameistari fjölbrautaskólans og sérfræðingarnir okkar og stjórnendur og skólafrístundasviði að vanda vel til verka og skoða alla hliða málsins og í rauninni passa upp á það að ef að svo ákvörðun er tekin að ganga þetta skref að þá líka séum við búin að kortleggja sviðið og velta fyrir okkur hvernig við getum þá komið með mótvægisaðgerðir við þær hættur sem að fólk mögulega sér blasa við á leiðinni. Þannig ég held að þetta sé bara mikilvægt og við þurfum að eiga gott samtal við bæjarfulltrúar og þetta starfsmenn kaupstaðarins og skólastjórnendur við foreldra og nemendur og kennara og svo framvegis þetta mál af því að þetta, þú veist, snertir alla og mikilvægt að við svona bara förum varlega og tölum saman og ræðum okkur til niðurstöðu eins og við höfum svo gjarnan gert eins og komið hefur fram hér í dag og við þetta borð. Jafnframt langar mig að fagna því að það sé búið að sitja í farveg málefni samráðshóp fyrir unga fólki. Ég held að það sé mikilvægt, við höfum að hlusta á krakkan okkar eins og við höfum og unga fólkið eins og við höfum svo farið yfir hér og þá auðvitað eftir að útfæra það nákvæmlega hvernig að þessu fyrir staðið en ég held að það sé mikilvægt að við tökum þetta skref og kannski aðeins varðandi íbúaþing skólamál að þá held ég þar að við þurfum að alveg eins og við bara í rauninni samþyktum hér við þetta borð að við þurfum að reyna að stefna því að þetta þing fari fram í rauninni fyrir sumarfrí þannig að í einhverju formi er hægt að útfæra þetta á margan hátt það er ekkert sem segir að það þurfi að halda eitt stórt þing, það er líka hægt að taka hlutina í skrefum og svo framvegis og það er það bara eitthvað sem við þurfum að ræða og skoða en til þess að við getum haft einhverja línur úr að moða fyrir ákvarðanatöku í áætlanagerð fyrir árið 2020 og að við getum tekið tillit til í rauninni radda íbúa að þá held ég sé mikilvægt að við stefnum að því að hafa þetta í vor og í rauninni held ég að við höfum hálft ár til stefnu að undirbúa það og ég held að það sé alveg nægilega mikill tími til þess að vanda vel til verka og þar í rauninni koma auðvitað svona stór mál eins og þetta með þá 10. bekkinn til umræðu þó að væntanlega verði búið að leggja línurnar með það í hvaða farveg við setjum það á þeim tímapunkti. En mér langaði bara að reifa þessi mál aðeins með þessum hætti þannig að líka íbúar sem eru úti átti svo á því kannski aðeins hvað við erum að fjalla
og kannski svona að því að ég hef ekki hugsað mér að koma hérna aftur upp að þá bara vil ég þakka kærlega fyrir samstarfi á árinu sem að líða og hlakka til samstarfsins við ykkur öll á næsta ári og óska ykkur gleðilegar hátíðar. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem áhlýða á horfa. Ég ætlaði bara að taka undir þessar brýningar í lið 1 varðandi húsnæðismál og samstarf FFA. Þannig að við erum átt okkur á því að árgangur barna er mjög fjölbreyttur og það er margir sem að glíma við alls konar mál og þegar við tölum að flytja heilan árgang milli húsnæðis og stofnana og þá er margt sem annað sem fylgir og við þurfum að taka mið af því í þessari vinnu. Og ég ætla bara að brýna nefndina og þá sem að í þessari vinnu að hugsa til þess að við erum með fjölbreyttan hóp í hverjum árgangi sem glímir við misjafnar áskoranir í námi og í tilverunni bara. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson og næstur á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að byrja á því að taka undir í sambandi við lið 1. Ég held að það sé mjög spennandi verkefni en vand með farið og ég held að við þurfum að hafa gott samráð og gott samtal við alla sem að því koma. Ég var þess aðnjótandi þegar ég var í efstu bekkjum grunnskólans að þá var það þannig að við fórum þarna upp í Gaggó eins og það hét og ég held að við í sjálfu sér höfum ekki skemmst mikið af því í sjálfu sér en það var kannski aðeins öðruvís aðstæður. Þar voru 3 bekkir til þess að byrja með þó þeim hafi svo fækkað eftir að fjölbrautaskólinn tók til starfa, en þetta er hlutur sem við þurfum að vega og meta í því samhengi með því húsnæði sem við höfum og er hugsanlega til boða hér hjá okkur hér á Akranesi undir skólastarfsemi. Það sem að ég í rauninni kom hér upp til þess að fjalla er lið númer 3 og ég vil skipta því í tvennt. Það er annars vegar langar mig að gera athugasemd við fyrstu setninguna í bókunni held ég, já. Með leyfi forseta, þar stendur samþykkt er tillaga að stofna verður ólaunaður samráðshópur barna og ungmenna og bæjarfulltrúa til að móta framtíðarstefnu vettvang fyrir ungt fólk. Það hljómar mjög vel, en það sem pirrar mig aðeins og ég ætla að gera athugasemd við er það að ráð skuli vera að brjóta í rauninni bæjarmálasamþykktina því að samkvæmt henni þá á að ef ég les bara hérna 39. grein með leyfi forseta
Bæjarstjórn skylt að ákveða kjörnum fulltrúum í nefndum, síðar kemur tengt saman nefndir og hópar, þannig að nefnd eða hópur, ég legg það út á eitt, held svo áfram, ráðum og stjórnum á vegum bæjarfélagsins, hæfilega þóknum fyrir þau störf, samkvæmt mati bæjarstjórnar í samræmi við reglur sem hún setur. Bæjarstjórn með sama hætti heimilt að ákveða að greiða áheyrnarfulltrúum þóknun fyrir störf þeirra í nefndum, ráðum og stjórnum á vegum bæjarfélagsins. Ég meta þannig að það sé skýrt kveðið á það í bæjarmálasamþykktinni að ef að bæjarkjörinn fulltrúi skipar í nefnd, hóp eða hvort sem það heitir samráðshópur eða hvað sem heitir, þá ber að launa það. Burtséð frá þessu þá tek ég alveg undir þá meiningu eða andan sem að kemur fram í því sem á eftir kemur hér. Ég held að okkur sé í rauninni skylt að hafa samráð við hina ýmsu hópa og þar meðal heldur mjög gott að við höfum samráð við unglingan okkar, börn eða ungmenni eftir í hvernig til háttar. Ég set líka spurningamerki við það hvort við þurfum í rauninni að stofna hóp eða samráðshóp þetta mál. Við erum með samráðshópa 3 aðra allavega sem að eiga að vera samþykktir fyrir og ég svona allavega spyr mig hvort að það form sem að þar sé þá ekki, ef við tölum þetta þannig að það sé lýðræðislega sambærilegt að hópur þar sem við leitum samráðs við ungmenni sé þá á svipuðum nótum og þeir hópar og vísa ég þar til samráðshóps fatlaðra einstaklinga, íbúa af erlendum uppruna og svo það sem orðið fast í bæjarmálasamþykktinni og lögum og það öldungaráð sem við stofnum í rauninni, vorum farin á stað með að stofna samráðshóp við þá einstaklinga. Þannig að ég kasta því bara hér fram að það sem sagt skóla- og frístundaráð sitt kanni bara þessa formi á þessum hópum og hvort að það geti ekki þá bara hentað þessum hóp líka. Og svo þetta alltaf spurningin hvar stoppum við svo með samráðshópa. Ekki einhverjir aðrir hópar í bæjarfélaginu sem gætu fundið þörf hjá sér að vera með samráð við bæjarstjórn í þeirra málefnum. Ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra, ég kasta þessu svona fram en ég ætla að biðja okkur sem kjörnafulltrúa að íhuga það að við erum í mismunandi aðstöðu til þess að sækja fundi hjá hópum og ráðum og ég mun ekki eða get ekki séð það að við getum tilnefnt kjörin fulltrúa í einhvern hóp öðruvísi heldur en að við greiðum laun fyrir þá vinnu sem að þar innt að hendi. Og mín túlkun og bæjarmálasamþykktin þannig að okkur ber í rauninni skylda til þess. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Það eru fleiri sem óska eftir að ræða þessa fundargerð skóla- og frístundaráðs. Svo ekki og þar með 93. fundargerð skóla- og frístundaráðs
lögð fram til kynningar. Þá er það 16. liður á dagskrá með málsnúmerið 18.026. Þetta eru fundagerðir Orkuveitu Reykjavíkur árið 2018. Hér tvær fundagerðir að ræða. Númer 266 frá 20. og 2. október 2018 og númer 267 frá 19. nóvember 2018. Orðið er laust þessa fundagerðir. Það er bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég langar að í rauninni að fagna fyrirspurn sem okkar fulltrúi í stjórn kemur með. Þetta er í fyrri fundagerðinni 22. október undir lið 13. Þar sem að fyrirspurnin fjallar stjórnir og fulltrúi í stjórnir dótturfyrirtækjanna. Ég ræddi þetta hér á bæjarstjórnarfundi fyrir nokkru og þar sem við vorum að ræða örlítið þessi mál og ég held og sagði þá að mér finnst svo niðurstaða sem að er komin í þau mál séu svolítið sérkennileg. Þess vegna fagna ég þessari fyrirspurn og hlakka mikið til að fá að sjá svörin við þessu og mun fylgjast með því og ég sé að þetta hefur ekki komið fram á fundinu sem er haldinn þarna á eftir, þannig að það hlýtur að fara koma að því að þetta verði tekið fyrir á fundi hjá þeim. En þetta er flott hjá okkar fulltrúa. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Einar Brandsson og næst á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem okkur hlýða. Ég langar aðeins að taka til máls undir fyrri fundagerðinni og það er liður 3 þar sem að starfsmenn Orkuveitunnar komu á fund og kynntu arðstefnu sem skiptist í arðsemistefnu og arðgreiðslustefnu. Ég held að það sem er hollt fyrir okkur að fá einhverjar upplýsingar þessi mál. Þar sem að þetta hefur nú verið frekar eldfim umræða, sérstaklega hjá stærsta eiganda Orkuveitunnar, höfuðborginni. Ég veit svo sem að þetta var eitthvað kynnt á eigendafundi sem að bæjarstjóri Sævar Freyr Þráinsson sótti hér á dögunum. En það væri ágætt að fá hvort það væri bara kynning inn í bæjaráð eða eitthvað slíkt, þannig að við bæjarfulltrúar séum upplýst hvaða stefnu er verið að kynna og hvaða stefnu á að taka í þessum málum. Mér finnst það mikilvægt. Og kalla bara eftir því hér. Annað þá varðandi fyrirspurn Guðjóns Viðar Guðjónssonar, okkar fulltrúi í Orkuveitunni, þá held ég hún sé bara mjög fín og við höfum tæpt á þessu áður. En hvað veldur því, spyr hann, að eigendur Orkuveitu Reykjavíkur, Akraneskaupstað, Reykjavíkurborg og Borgarbyggð eiga enga fulltrúi í stjórn dótturfyrirtækja. Það er að segja Orku náttúrunnar Veitna og Gagnaveitunar. Þetta er náttúrulega kannski svolítið mikil fagstjórn sem er þarna inni og í mörgum tilfellum eru þarna embættismenn að gegna stjórnunarstöðum og ég held að sé rétt að þeir ættu kannski að geta að fá sérstaklega að borga fyrir það og tek undir orð hans í þessu. Og svo langar mér bara svona að kasta fram það sem að Reykjavíkurborg ræddi í sinni umræðu í fjárhagsáætlun. Þá var lögð fram tillaga að sjálfstæðismanna að selja Gagnaveitu Reykjavíkur sem var felld. En það verið gaman að taka þessa umræðu hér einhvers tíman það þarf nú ekki að vera í beinni útsendingu en það verið samt alltaf að ræða það og velta þeim steini við.
Annars þá held ég hafi ekki verið neitt annað í þessum fundargerðum sem ég vildi spyrja eða koma framfæri. Takk fyrir bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir og næstur á mælendaskrá bæjarstjóri Sævar Freyr Þráinsson. Já, mér langaði bara að gefa bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttir aðeins svör við þeim atriðum sem hún kom með hérna áðan varðandi það að fá kynningu. Rétt áður en þessi bæjarstjórnarfundur hófst þá gekk ég frá því við Bjarna forstjóra Orkuveitunnar að hann kom inn á fund bæjarráðs núna á fimmtudaginn og hann mætir þar ásamt fjármálastjóra og hugmyndin líka ef að skipulags- og umhverfisráð tilbúið í það sem ég ætlaði að senda þeim í kvöld að óska eftir því að þeir myndu mæta sömuleiðis af því að starfsmaður eða framkvæmdastjóri gagnaveitunar svona hugmyndum að hann mæti sömuleiðis á fundin og ræði þá málefni sem snerta ljósleiðaravæðingu og uppbyggingu hvað það var. Þannig að við sláum 2 flugur í einu höggi og fáum bara þessi 2 ráð saman í þetta mál. Fyrir. Takk fyrir bæjarstjóri Sævar Freyr Þráinsson. Fleiri sem óska eftir að taka til máls varðandi fundargerðir Orkuveitu Reykjavíkur. Svo ekki og eru þar með fundargerðir Orkuveitu Reykjavíkur nr. 266 og 267 hér með laða fram til kynningar. Þá erum við komin að síðasta lið á dagskrá þessa fundar. 17. liður hefur málsnúmerið 18.023 og þetta eru fundargerðir Sambands íslenskra sveitarfélaga á árinu 2018. Hér erum að ræða 860. og 50. fundargerð stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 30. nóvember 2018 og orðið laust þessa fundargerð. Það bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem okkur hlýða. Mér langar aðeins að nefna nokkur atriði undir þessari fundargerð Sambands íslenskra sveitarfélaga þar sem ég sit í stjórn fyrir Norðvesturkjördæmi. Það annar fundur hjá okkur á föstudaginn og þar ætlum við að taka fyrir að minni beiðni almenningssamgöngur þar sem að ef það hafi eitthvað lesið blöðin í dag eða opna netheima þá svolítið logandi stríð þar hver á að bera ábyrgð á halla almenningssamgöngna og samtök sveitarfélaga á Suðurnesjum sem standa í mikilli skuld og eru búin að stefna ríkinu og skila þessum málaflokk. En það að ég heyri mikil vinna í gangi en þetta eitthvað sem að Samband íslenskra sveitarfélaga verður að stíga fast niður með og bakka upp landshluta-samtökin í þessu máli og ég kem til með að fylgja því eftir. Mér langaði einnig að nefna það kannski hér að ég var svo heppin að vera skipuð í sveitarstjórnarvettvang EFTA-ríkjanna og sótti þar fund núna í Brussel núna á dögunum. Og þetta svolítið nýr heimur að tala sveitarstjórnarmál í víðasta samhengi og reyna að sjá hvar við íslensku sveitarfélögin eða EFTA-ríkin getur fengið sem mesta samvinnu út úr EES-samningnum og þannig að þetta svona tiltölulega nýr heimur og virkilega spennandi og ég verð örugglega svolítið þreytandi á að mata ykkur á þeim upplýsingum þegar nær dregur. En annars sem ég vildi nefna að það komið inn á vef sambandsins væntanlega núna stefnumörkun sambandsins sem að mörg okkar sem fórum á landsþing sveitarfélaga tóku þátt í að móta og þar eru umboð stjórnar sambandsins og þeim verkefnum sem að þau hyggjast ætla að vinna á kjörtímabilinu.
Og við ræddum samgöngur þar líka. Það var til umræðu þingsályktunartillögu samgönguáætlun fyrir 2019 til 2033 og þar voru skiptar skoðanir á samgönguáætlun sem eðlilegt og hvort að sambandið ætti að móta sér einhver stefnu í því eins og við vorum að gera hér áðan með okkar bókun, hvort að við ættum að bakka upp núna nýjar hugmyndir samgönguráðherra og ég hlakka til að taka þátt í þeirra umræðu á föstudaginn næsta. Á síðasta bæjarráðsfundi þá vakti ég máls athygli bæjarráðsfélaga mína á lið sem heitir kostnaður vegna málefni fatlaðs fólks og staða samningaviðræðna vegna hjúkrunarheimila og dvalarheimila aldraðra. Og kollega mínir hér í bæjarstjórn ætla að koma hér upp og fara með ályktun bæjarstjórnar í þeim efnum og fagna ég þeim. En mér bæði ljúft og skylt að tala lið númer 23 og læt það nú vera kannski restina af því sem ég stend hérna upp í kvöld. Það fjallar breytingar á lögum fjármál stjórnmála samtaka og þarna erum við Einar Brandsson bæjarfulltrúi ekki sammála en það oft þannig að þarna kemur inn erindi þar sem að framkvæmdastjórar stjórnmálaflokkana vilja að sambandið móti sér einhverja stefnu í því hvernig sveitarfélög taka þessar ákvarðanir eins og við vorum að gera hér áðan 1 milljón. Hvort að það ætti að setja eitthvað lágmarks viðmiðunargjald per íbúa í þessu og þarna voru setta fram ákveðnar sviðsmyndir og ég verð bara að segja það að ég ósammála því að fara að setja sveitarfélögunum einhverja skorður það hvað sé lágmarkið eða hvað sé hámarkið í þessu heldur þetta bara að vera ákveðið heima í héraði. En hver talan á að vera svo aftur á móti kannski þrætu eplið okkar Einars Brandssonar bæjarfulltrúa. En að þessu sögðu þá vil ég þakka fyrir góðan fund. Ég vil óska ykkur gleðilegra jóla og þakka samstarfið á árinu sem að líða og hlakka til samstarfsins með ykkur og vonandi aukins upplýsingaflæðis á milli okkar á nýju ári. Takk fyrir mig. Takk fyrir bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Næsta mælendaskrá bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir. Gjörðu svo vel. Já, háttvirtur forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og þeir sem á hlýða. Ég ætla að byrja á því að óska bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttur til hamingju með kjörið á sveitarstjórnarvettvangi EFTA og hún ekki varaformaður þar, tók ég ekki rétt eftir, og einnig með kjörið í kjaramálanefnd sambandsins. Það verður nóg að gera hjá næstunni og óskar velfarnaðar í þeim störfum. En já, ég ætla að taka til máls undir lið 16 kostnað vegna málefna fatlaðs fólks og það ályktun bæjarstjórnar sem ég ætla að leggja hér fram. Það það ályktun bæjarstjórnar Akraness sem kostnað vegna málefna barna með miklar þroska og geðraskanir, lögð fram á bæjarstjórnarfundi 11. desember 2018. Bæjarstjórn Akraness tekur undir bókun Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 30. nóvember síðastliðnum þar sem vakin athygli á þeim mikla kostnaði sem sveitarfélög bera vegna búsetuúrræða fyrir börn með miklar þroska og geðraskanir. Langt skeið hefur verið kallað eftir fjármögnun úr ríkissjóði vegna búsetuúrræða fyrir þennan tiltölulega fámenna hóp barna en samkvæmt frumvarpi til fjárlaga 2019 skortir mikið á að ríkið veiti nægilegu fé til verkefnisins. Nýlega hefur síðan verið sett reglugerð framkvæmd þessara þjónustu sem mun að óbreyttu auka enn frekar á útgjöld sveitarfélaga til þessa málaflokks. Ekki hefur verið lagt lögformlegt kostnaðarmat á reglugerðina
og skorar bæjarstjórn Akraness á Ásmund Einar Daðason, félags- og jafnréttisráðherra, að bæta þar úr og jafnframt að tryggja fjármögnun þjónustu fyrir þennan litla en afar viðkvæma hóp barna í samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga, Akraneskaupstað og önnur sveitarfélög sem ætlað er að sinna þessari mikilvægustu þjónustu. Og undir þetta rita Valgarður L. Jónsson, Elsa Lára Arnardóttir, Rakel Óskarsdóttir, Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir, Kristinn Hallur Sveinsson, Ragnar B. Sæmundsson, Rakel Óskarsdóttir, Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, Einar Brandsson og Ólafur Adolfsson. Og að ályktuninni upplestinni þá vil ég bara þakka fyrir góðan fund og óska öllum gleðilega jóla. Takk fyrir bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir. Hér komið fram tillaga að ályktun og tökum við hana þá sérstaklega fyrir ef að bæjarfulltrúar óska eftir að fá að tjá sig hana, og það er bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Það var nú eiginlega búin að undirbúa með að taka þetta allt inn í einu en við tökum þetta þá bara í þessari röð að við tökum þessa ályktun, því að ég veit að það er vonu annari hérna. En ég ætla samt að byrja mál mitt á því að óska bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttir til hamingju með hennar frama hjá sambandinu og í Brussel með þess að líka. Mér minnir að ég hafi gert athugasemd við það á fyrra kjörtímabili þegar að ég var búinn að lesa marga fundargerðir sambandsins, stjórnarsambandsins, og mér fannst alltaf vanta nöfn frá einhverjum hér á Akranesi. Þetta voru alltaf einhverju allt aðri heldur en við á Akranesi að stjórna sambandinu, og ég var orðinn held ég nett pirraður eins og ég verð stundum á því, og ég gerði athugasemd við það hérna í ræðustóli að ég saknaði þess að sjá ekki nöfn. Bæjarfulltrúa er aðila frá Akranesi og nú getum við glaðst yfir því að Rakel Óskarsdóttir bæjarfulltrúi, hún er komin hann inn og verður sennilega oft í fundagerðunum. Ég ætla, ég taki ekki hérna það sem ég mátti ekki segja, því það er alltaf best og skemmtilegast, en Rakel Óskarsdóttir, hún benti hérna á lið nr. 23, breytingar á lögum fjármál stjórnmálasamtaka. Þetta er einmitt það sem ég var að fjalla hér áðan. Ég minnist þess að við fyrri umræðu þá fjárlaga okkar að þá liti þess getið að það væri alveg spurningin að sleppa þessu, því að þetta væri svo lítið, en við getum ekki sleppt þessu því að þetta er í lögunum. Þannig að svo er þetta líka spurningi hvað á upphæðin að vera há. Við þurfum bara að finna hana og svo þarfum bara að taka eðlilegum breytingum, þannig að við þurfum ekki að rífast þetta. Og mér finnst það ekkert óeðlilegt að sé sett viðmiðunarreglur, en sambandið eða stjórn sambandsins nú ekkert að skylda sveitarfélögin að taka einhvern nefskatt á samborgurunum hér. Þannig að við höfum bara að finna upphæðina sem við getum verið sammála og svo tekur hún bara eðlilegum breytingum, en ekki þetta laumubókamál sem er alltaf hér. Nú, það var ályktunin sem að bæjarfulltrúin Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir
las hér upp og ég get alveg tekið heilshugar undir. Þetta rosalega erfitt fyrir okkur sem bæjarfulltrúa að ríkið það setur á okkur kvalir sem að við í sjálfu sér, það alltaf, erum alveg fús og frjálst til þess að gera allt fyrir okkar fólk en því verður náttúrulega þá að fylgja peningar því að og skiptingin verður að vera þá rétt miðað við þau verkefni sem á okkur eru sett. Það var rosalega gott fyrir ríki að ef ég maður rétt, það var þessi liður og ásamt fleiri atriðum sem að voru í rauninu undan skilin í samningnum við yfirtökuna og við sem sveitafélag fengum bara ákveðin tekjustofn yfir til okkar til þess að sinna þeirri þjónustu sem okkur bar samkvæmt einn samningi. En svo eru fullt af öðrum málum sem eru sett yfir á okkur sem að við þurfum í rauninni að standa straum að þeim kostnaði sem hlýst í því og upp á von og óvon að hvort að við fáum það greitt frá jöfnunarsjóðnum. Og þetta er algjörlega óþolandi ef við að veita þjónustu sem að í sjálfu sér bara sjálfsagt mál, þá verður að fylgja því tekjur og það er alveg með ólíkindum að þegar búið er að sýna fram á það að þessi liður sem að við erum að fjalla hér þetta er mjög þungt fyrir þau sveitafélög sem að hafa þá einstaklinga sem að þurfa svona þjónustu, að það búið að sýna fram á það að það kostar cirka 1 milljarð á ári þessi þjónusta allt land samtals og þá kemur ríki bara með hálfan milljarð og þeir hafa ekki sjálfur metið þetta eftir því sem ég best veit í ráðuneytinu eins og þeim ber í rauninni skylda til sem hefur verið sýnt fram á það að þetta er 1 milljarður en samt sem áður fáum við hálfan milljarð og það þýðir ekkert annað en að sveitafélögin munu borga þennan hálfan milljarð að öllu óbreyttu. Við erum með eitt svona dæmi hér á Akranesi og borgum það og veitum þá þjónustu en til þess að við höfum allt á sanngirnisgrundvelli þá er þetta þjónusta sem að ríki á að borga og þá á hún að borga og það er alveg spurning hvort að við sem sveitafélag og það er ekki bara þessi þjónusta sem að ríkið er að svindla okkur með. Það kemur hér á eftir, kannski með höfða, að það er bara spurningi hvort við sendum ekki bara ríkinu reikning fyrir þeirri þjónustu sem að þeim ber samkvæmt lögum að borga. En að endingu ég ætla að leyfa öðrum að ræða seinni ályktunina sem að ég veit að kemur hér á eftir. Fundurinn er orðinn tölvöld langur og ég er alltaf að hlæja því þegar, nei, þetta er í beinni. Ég læt á að ég er alltaf að hlæja þeim í Reykjavík, þeir eru með svo langa fundi. En ég held að við þurfum að fara aðeins að athuga okkur gang. Þetta er fyrir langt út í kvöldið, en þetta er gaman. Þannig að ég ætla bara að enda vonandi þessa síðustu uppkomu mína hér í ræðupúlti í þessum fundi og þá á þessu ári að nota tækifærið og þakka öllum sem á hlýða og kærlega fyrir samstarfið á árinu og ég óska öllum gleðilegra jóla og hvet alla til þess að fara að minnstakosti einu sinni í kirkju. Takk fyrir.
Takk fyrir bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Forseti var kannski ekki alveg skýr í varðandi fundarstjórn áðan, en það sem sagt þannig, við erum að ræða lið númer 17, svo kemur fram ályktun sem bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir las upp. Þá ræðum við þá ályktun, klárum hana, greiðum atkvæðum hana, svo snúum við aftur í lið númer 17. Þannig að ég biðst afsökunar á að hafa ekki sagt þetta nógu skýrt. Þannig að við erum sem sagt í umræðu ályktun þá sem bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir las upp hér áðan. Það eru fleiri sem að vilja þá að ræða þá ályktun. Það er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég kem hér eingöngu upp til að koma með smá breytingatillögu á þessa ályktun sem er eingöngu það að bæta við í lokanar. Að ályktunin er send heilbrigðisráðherra, félags- og jafnréttismálaráðherra og þingmönnum Norðvesturkjördæmis. Ég styð þessa tillögu heils hugar og allt sem fram hefur komið hér í dag kvöld. Takk fyrir bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þetta. Þá byrjum við á að greiða atkvæði breytingatillögu bæjarfulltrúi Elsu Láru Arnardóttur. Þeir sem samþykkja hana gjörðu svo vel gefa merki og það er samþykkt 9-0, og þeir sem samþykkja þá ályktunina svo breyta gjörðu svo vel gefa merki og hún er samþykkt 9-0. Og þá snúum við aftur í fundarlið 17 sem eru fundargerðir sambands íslenskra sveitarfélaga og orðið er laust þennan fundarlið, og gjörðu svo vel bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég kem hér upp undir lið 20 í fundargerð sambandsins, en áður en ég hef mál mitt undir þeim lið þá vil ég óska bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttur innilega til hamingju með varaformennsku í sveitarstjórnarvettvangi EFTA og einnig með að vera skipið í kjara málanefnd sambandsins. Bara ég veit að bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir mun sinna þessu verkefni vel og óska henni velfarnaðar í störfum sínum þar og hér auðvitað líka. En hvað var að dagskrárliður númer 20 úr fundargerð sambandsins, þá er heiti hans staða samningaviðræðna vegna hjúkrunarheimila og dagdvalar aldraðra. Og ég er hér komin upp til að lesa upp ályktun bæjarstjórnar Akraness fjölgun hjúkrunarrýma á hjúkrunar- og dvalarheimilinu Höfða sem lögð er fram hér á bæjarstjórnarfundi 11. desember 2018. En ályktunin hljómar svo: á Íslandi sterkt samfélagslegt ákall fjölgun hjúkrunarheimila og má þar nefna nýlegar fréttir alvarlega vanda Landspítalans vegna aldraðra sjúklinga sem lokið hafa meðferð en er ekki hægt að útskrifa vegna skorts á hjúkrunarrýmum. Stjórnendur Landspítalans og landlæknir segja að þolmörkum sé náð svo engan tíma má missa. Mikilvægt er að ríkið standi myndarlega að uppbyggingu nýrra hjúkrunarheimila til að mæta vaxandi eftirspurn, en hugi ekki síður að bættri nýtingu þeirra hjúkrunarheimila sem þegar eru starfandi og eru ekki að fullu nýtt, sem augljóslega spara bæði tíma og fjármuni. Í þessu sambandi vill bæjarstjórn Akraness vekja athygli heilbrigðisráðherra á þeirri staðreynd að varanlegum rýmum á hjúkrunar- og dvalarheimilinu Höfða hefur fækkað úr 78 í 70 á undanförnum árum þrátt fyrir mjög langan biðlista eftir vistun, og að velferðarráðuneytið hefur enn ekki svarað beiðni Höfða frá 28. desember 2016 þar sem óskað eftir heimild til fjölgunar hjúkrunarrýma. Bæjarstjórn Akraness skorar á Svandísi Svavarsdóttur heilbrigðisráðherra að verða án tafar við beiðni hjúkrunar- og dvalarheimilisins Höfða fjölgun varanlegra hjúkrunarrýma.
Hér stendur reyndar áskorunin, þannig að ég legg til að við breytum því í ályktunin, þannig að þessi samræmi á milli fyrirsagnar og þeirra setninga sem hér er. Þannig að legg til að síðasta setningi hljómi þá svo: ályktunin er send heilbrigðisráðherra og þingmönnum Norðvestur kjördæmis. Ég held ég standi ekki hér meira í ræðustól á þessum fundi, þannig að ég vil byrja bara á að segja að ég þakka afar ánægilegt samstarf við alla bæjarfulltrúa á þessu ári og hlakka til áframhaldandi samstarfs. Ég óska ykkur öllum gleðileg jól, ykkur bæjarfulltrúum og starfsmönnum Akraneskaupstaðar, og ég vona þeim njóti þess að eiga ánægilega samverustundir með ykkar nánust á jólaháttíðinni. Takk kærlega. Takk fyrir bæjarfulltrúa Elsa Lára Arnardóttir, og þá gerum við eins og áðan, gerum smá hlé á umræðu fundarlið númer 17 og ræðum þessa ályktun, tillögð ályktun sem að hér var borin upp af bæjarfulltrúa Elsa Lára Arnardóttir. Einhverju sem vilja taka til máls varðandi hana? Það er enginn. Þeir sem samþykkja þessa ályktun gjöru svoleið gefa merki. Hún er samþykkt 9-0. Og þá er síðasti möguleiki til að tjá sig fundagerð Sambands íslenskra sveitarfélaga, lið númer 17 á þessum fundi. Orðið er laust og það er enginn sem grípur orðið, og er þá þar með 860. og 5. fundagerð stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga hér með lögð fram til kynningar. Þá hefur dagskrá þessa fundar verið tæmd. Forseti vil þakka fundarmönnum sérstaklega fyrir orku og úthald í vinnu og fundarsetu hér á þessum fundi, og þakka bæjarfulltrúum og öðrum viðstöddum kærlega fyrir samstarfi á árinu. Óska bæjarfulltrúum og fjölskyldum þeirra sem og öllum bæjarbúum á Akranesi gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári. Næsti fundur bæjarstjórnar verður þriðjudaginn 8. janúar 2019. Fundi er slitt. Nei. Já. Já, þú meinar. Það er rétt ábending frá bæjarfulltrúa Einari Brandtssyni. Þannig að í staði fyrir að fullyrða þetta svona, þá hér með leggur forseti til að næsti fundur bæjarstjórnar verði þriðjudaginn 8. janúar 2019. Þeir sem samþykkja það gjöra svoleið gefa merki. Það er samþykkt 9-0. Kærar þakkir, gleðileg jól og farsælt nýtt ár. Þessum fundi er slitið.